Haukur, Bretar heima eftir glæsilega för til Ítalíu núna á miðvikudaginn. Hvað þarf að gera til að koma sér niður í jörðina fyrir leik Borgars? Það er nú alveg búið að koma sér niður í jörðina svo sem sko. Bara spila með aggressífir og gera sem við gerum vel. Þeir eru náttúrulega sterkir, miklir íþróttamenn og eru aggressífir sjálfur, þannig að við þurfum svolítið að finna leiðir með það líka, sjá hversu aggressífir eru, hvort við náum ekki einhverjum auðveldu körfum eða þegar þeir til að spila þannig. Eitt af körfuboltamómentum ársins bara eru lokin á þessum Breta-Litháen leik þarna. Hversu sárt, hversu særðir heldur við mæti í Laugardalsvelli á morgun? Sko, ég held að það sé tvenns konar. Annarkvort mæta þeir bara, við áttum að vinna þennan leik og við bara höldum áfram og við ætlum bara að koma hingað bara eldir sko. Eða þeir séu náttúrulega svolítið beygðir en ég býst því nú frekar við þeim svona fyrir scenaríónu þar sem þeir komi bara, eru fullir sjálfstraust og vita alveg hvað þeir geta gert og átt að vinna þennan leik og ætla að sýna það hér. Eftir að hafa mist af lokamótinu núna í haust með íslenska landsliðinu, átt þú svaka leik núna í endurkominu inn í íslenska landsliði á miðvikudaginn, bara virkilega flotta frammistöðu. Var ekki gaman að geta komið svona inn í þetta aftur? Jú, ég alltaf vil maður nú gera betur, setja kannski 1-2 skot í viðbót annað ef maður var orðinn þreyttur, en mér leið bara vel og maður svona bara smalla aftur inn í þetta, skiljum við. Maður gera þetta langa tíma og spila með þessum strákum lengri tíma en þetta var mjög gott að koma aftur inn í leik og taka Ítalinn úti. Kannski óþarf að tala einhvern nýjan veruleika, þetta lið búið að vera bara svona síðustu 10 árin í hörkuleikjum og kannski svona aðalega síðustu 4-5 árin að vinna bara virkilega stórar þjóðir. Er ekki gaman að vera í þessu íslenska landsliði akkurat núna? Jú, alltaf gaman að vera í íslenska landsliðinu. Það var þannig. Kærar þakkir Haukur og gangi ykkur vel á morgun. Takk fyrir.